Svo lofa ykkur að það svakalega góð lykt. Baka, taka 3 eða 4. Góða kvöldið. Eða daginn. Verið velkomin að víðtækjunum ykkar eða tablettun ykkar eða pöddun ykkar eða símtólun ykkar eða tölvun ykkar eða sjónvarpinu, af því að ég er nú sjónvarpi símans mitt líka. Bara velkomin í Svoð. Ég ætla að vera með veislumat í kvöld. Sveppa veislumat. Ég ætla að taka hið víðfræga Beef Wellington og ég ætla að íslenska aðeins. Ekkert mikið samt, ég ætla að setja lamb í staðinn fyrir nautakjötið. Já, þannig að þetta er hátíðar matur. Er ekki að koma einhver hátíð, ég veit ekkert hvernig ég er náttúrulega að vinna langt fram í tíman, sko. Það kemur ekkert seinna í ári, ég veit ekkert hvað verður í gangi þarna þegar þessi kemur út. Herðu já, og svo er ég að fá tengdó í mat. Það verður eitthvað. Hún á afmæli í dag þegar ég er að taka upp hérna þátt. Þá á hún afmæli og já, þannig að þetta má ekki klúrast. Fullt af sveppum. Þið þurfið ekki alla þessi sveppi. Það má líka bara vera með flúðasveppina. Það er, þú veist, alveg nóg með þessi. Og þessir voru á 50% afslætti í búðinni. Lambakjöt, ólífuolía, tímían, hvítlaukur, laukur, smjör, deig til þess að pakka inn. Ég veit ekki hvað það heitir á íslensku. Prosciutto, skinka, egg, pipar og salt. Þetta er allt og sumt. Það sem ég ætla að byrja á, með kjötið. Við byrjum á því bara dreifum smá salti yfir borðið, pipar, tímían, dreifum því líka hann um allt. Svo bara þrífum borðið, bara moppum það svona upp. Lefum henni að hitna, skellum smá ólífuolíu og smjör. Mér finnst þess að ég að byrja í rauninni á öfugum enda. En það sem þarf að gerast núna er kröst á kjötið. Steikja það mjög hratt og örugglega. Bara og bara sjúklega heitt og allir í góð stuði. Það passar sig ekki að steikja of mikið út í það. Þetta þarf síðan að fara inn í ofn líka. Þið sjáu að ég er ekki að setja allt á hjá mér. Ég er bara að setja bara 2 og 2 í einu út af því að það er betra upp á hitann. Annars myndi hitinn bara droppa og við myndum bara malla því í staðinn fyrir að ná að steikja og ná fullt. Þetta er ekki mikið, en það er smá svona karamellisering í gangi á þessu. Þið sjáu hvað ég gerir núna. Ég var með hann hérna og hérna. Nú færi ég það á hérna og hérna. Það er bara svona upp á það er bara orðið kaldara hérna og orðið heitara hérna. Núna er hellingsbragð í þessu sem við ætlum að nota þegar við steikjum síðan sveppina. Ég er svakalega spenntur fyrir þessu. Kjötið tilbúið í bili. Við erum með þessa stellingu. Það var laukur. Laukurinn og hvítlaukurinn munum síðan stela bragðinu sem var að kjötinu, sem er komið í botni núna. Skellum smá smjöri út á. Svo er það bara að henda þessum sveppum hérna út á.
Sjá hvað, þessi eru fallegir maður. Þurfum ekkert að vera falleg við þetta. Rífum þá svona aðeins út á. Sjá þessu líka. Og það er unaðsleg sveppalykt hérna. Sveppin eru nú bara eins og svampar að taka upp allt bragðið, allt smjörið, öll ólífuolíuna og allt þetta. Sjáðu botninn á pönnunni, sjáðu þið núna, hann var eiginlega allt í svona einhverju krösti. Það er bara komið upp í sveppina núna. En eins og ég segi, notið bara venjulega sveppi, hérna, by all means. Herðu, þetta ætti að vera feiki nógu í bili. Og ég ætla að búa til smá svona mass. Sumir setja þetta í hérna, matvinnsluvél, en mér finnst textúrin, eða áferðin, það var einhver yndisleg kona held ég, sem kommentaði hjá mér og sagði mér að ég ætti að passa mig á íslenskunni. Og ég er alveg sammála. Ég vil hafa svona frekar random áferð. Nú byrja ég beint í útlenskuna. Mismunandi áferð. Ég held ég sé nokkuð ánægð með þetta. Ég held ég láti þetta bara duga í bili. Aðeins að dreifa úr þessu og leyfa hitanum að líða úr, kuldanum að líða inn. Brauðmyndslu ofan í. Brauðmyndslan drekka í sig alla olíuna, allan safann og allt saman þykkja þetta aðeins. Þetta er bara svona afgangsbrauð. Ef þið eru með þetta í svona pókum þá myglar brauðið ekki, það bara þornar. Og þá er hægt að búa til brauðmyndslu í staðan fyrir að kaupa hana. Ok, shit, þetta verður gott. Skinkan góða. Í munn. Þá setjum við þetta mix á. Og svo þurfum við að búa til eitthvað svona frankinkjöt út í því þetta getur ekki verið svona þunnt, sko. Svona eitthvað. Þetta er bara, held ég bara fullkomið. Hey Líf. You can also just talk out loud, I will just cut it out. Herðu, nú þurfum við að rúlla þessu inn, lyfta þessu henni yfir. Svona. Nú er ég að klúra þessu. Og svo heldur maður hérna, fyrirgeðu, þú voruð ekki að sjá þetta. Svo heldur maður hérna í endan og rúllar hérna upp á endana og þá, nú er þetta bara nokkuð jafnt og þétt. Venjulega myndi ég bara setja inn í ísskáp en það er svo kalt hérna uppi að það þarf ekki. Þannig að ég ætla bara að leyfa þessu að vera hérna. Gefum þessu hálftíma. Ja, þetta er svona næstu því. Smá eggjarauðu. Hún er límið sem heldur þessu öllu saman.
ætla ég að plasta þetta aftur. Svona, þetta alltaf fyrir líf. Gefum við hana hérna, eða gefum við hana hérna bara. Hi! Happy birthday! Hey! I'm good. There it is. How are you? I'm good, how are you? How's the shoulder? Oh, it's like sharing, huh? Svo skellum við þessu bara hérna á einhvern veginn, svona. Did you understand? Yes. Yeah. Svo bara nóg af svona eggjarauðu. Svo skellum við þessu aðeins hérna á hitan hérna þannig að undirparturinn verður ekki eins soggy. Þannig að hann nær svona smá hita, svo skellum ég þessu inn í ofn. This is the first time I have live audience. Yeah, exactly. Applause. I need a guy with an applause sign. And since I moved there, it's like they started the day I moved there, and the day after they started. Hörðu, þá er ég búinn. Þú veist, þetta er að vera búið. Ég ætla að ná í þetta. Svona lítur þetta þá út. Þetta er ekki glæsilegt. Ég ætla ekki að skera í þetta núna, af því að þetta þarf að hvíla alveg í 10 mínútur áður en ég skera í þetta. Nei, ég ætla bara að fara niður, njóta, en ég ætla að skilja eftir eina sneið fyrir ykkur, svo ég get sýnt ykkur bara á eftir. Það er ekki dýl, svona í eitt skipt. Takk fyrir að horfa. Nei, ég segi þetta bara eftir. Æja, ég kom mér ekki upp í gær. Þetta var of gott partí bara. Þannig ég ákvað, ég geymdi smá fyrir ykkur. Þetta er kannski ekki jafn sexy og það var í gær, sko, en þetta er nú langt í frá að vera sexy. Þetta var miklu meira sexy í gær, sko, en svona kom kjötið út. Ég þurfti að hafa svolítið hár kórhiti á því, sko, ég myndi vilja hafa rauðara í miðjunni, en það var ein ólétt, þannig að það var geðveikt í gær, sko. Ég þurfti að berjast fyrir þessum bita, bara til þess að vera módel fyrir ykkur. Það er enda ógeðslega gott. Shit. Svo gæti þetta líka verið eitt skemmtilegt. Ekki búið til svona Beef Wellington style svona stóra böku. Þetta er bara hver og einn með sína böku. Þá fær ekki svona sneið. Þá fær bara eina böku á disk. Þetta er gott deginum eftir líka. Þannig að ef þið fílið þetta, endilega like mig eða follow mig á Instagram. Og svo like þetta og deilið og sharið og allt þetta. Ef ykkur langar að horfa eitthvað fram í tíman, tjekkið þá bara á sjónvarpi Símans Premium. Þá bara hægt að horfa á alla seríuna. Sjáum síðar.